Hæ, Tara heiti ég og förðunarfræðingur og ég hef verið að gera förðunarvídeó hérna áður og tók mér smá pásu en ákvað að gera eitt vídeó núna þar sem að ég fer í haustförðunina mína sem ég finnst vera svolítið mikið núna. Það eru þessi möttutónar, brún, hlýjutónar og ég með svona rauðbrúnan lit, mattar varir, húðin er svolítið mött en ég skyggði hana, gerði aðeins nýja tækni hvernig ég skyggi húðina. Og þetta er bara svona dagstæli förðun, þú getur notað þetta að fara bara í vinnuna, svo er þetta ígita eins og bæta eyeliner, dekkja, þá getur maður bara að fara út á lífið eða fara út að borða eða nota þetta sem maður vill. Þannig að fylgist með vídeóinu eða viljið sjá hvernig ég gerði þetta og ég vil líka taka það fram að ég er með svona mini-vídeó á Facebook síðunum minni, Tara Brekkan Makeup Artist, þar sem ég fer í svona litlu triksin eins og augabrúnir, eyeliner, svona mini-tricks. Þannig að endilega fylgist með, vil ég sjá hvernig ég gerði þetta. Gjörðu svo vel. Ég er búin að grunna húðina með Retexturing Face Primer frá NN Cosmetics. Þetta heitir svona Foundation Stick. Ég nota 2 liti. Annar heitir Country Base sem er dökki liturinn. Það setja það sem ég vil draga inn, eins og þið sjáið. Undir hökuna tekur í burtu alla svona undirhöku. Svo er ljósari liturinn sem heitir Porcelain og þið sjáu hvar ég set það. Ágætlega fín. Þetta er nýji Kabuki bursti minn, hann er svona lítill og þægilegur, það er ótrúlega þægilegt að nota hann. Hann er líka frá No Name eða NN Cosmetics og þið sjáu hvað hann blandar vel og hann fer alveg á svona litlu staðina. Og það er bara gott að blanda mjög vel. Þannig að húðin verði náttúrulega, við séum ekki alveg með línur. Blanda. Við verðum bara að horfa fram hjá litla dýrinu fyrir aftan mig. Hundurinn minn er eitthvað athyglisjúkur. En allavega, þið skyggið og blandið vel, bara eins og þið viljið. Þetta bæta í og blanda meira. Og ég er bara tilbúin. Ég elska hann að fara þannig ótrúlega mjúkur. Ótrúlega þekur ágætlega, er mjúkur. Mér finnst ég ekki einu svona þurfa að nota púður með honum. En þetta er nýji pensillinn minn frá No Name sem ég elska, hann er með glimmeri og ógeðslega þægilegur í notkun. Ég elska stærðina á honum, hvað hann nær eins og undir kinnbeinin. Ég seti þetta alveg í línuna undir kinnbeinin, aðeins upp á kinnarnar. Þetta er rauninni bara hvað þið viljið gera og skyggja í andlitinu hjá ykkur. Það er náttúrulega ekki allir með eins andlit. En aðalmálið er að gera 3, alltaf að gera 3 eða öfugan 3. Og ég seti aðeins á nefið til þess að minnka það. Það eru svona allir með mismunandi nef, þannig að þið verðum bara að sjá hvað er best fyrir ykkar nef, hvað þið viljið draga inn og út. Og undir hökuna til þess að taka í burtu, undir höku og dansa og tilbúin. Yay! Ég veit, ég get ekki verið eðlileg. Þannig er ég að hlusta Queen og er alveg að skemmta mér konunglega. En þetta hérna er primerinn undir augnskugga frá No Name. Ég er farin að nota þetta svolítið mikið þegar ég er að eins og setja undir augabrúnir og móta eyelinerin betur. Þetta er undir augnskugga aðalega eins og þið sjá hér. Þú getur bara nota puttana eða pensil, setja fyrir ofan Cupid's bow heitir þetta á ensku, ég man ekki hvað þetta heitir á íslensku. Fyrir ofan varirnar, líka það. Og þetta er No Name palettan mín. Og þetta eru 2 svona palettur í palettunni. Og það eru allir heimsislitir og ég er alltaf að skemmta mér ógeðslega vel að leika með það. En hérna er ég að nota ljósa kampavíns hvíta base litin sem grunn yfir allt augnlokið á mér. Þetta er mattur litur, ég hef bara notað matta liti í þessu make-upi. Og ég er með svona stífan gervihára pensil fyrst. Svo tek ég svona langan mjóan blöndunarpensil. Svona penslar eru til í flestum merkjum. Gott að setja þetta fyrir í línuna, glóbuslínuna. Ég ger þetta rétt fyrir ofan glóbuslínuna. Þannig er ég að nota ljósbrúna augnskuggan. Ég set hann á undan dökkbrúna. Það er að nota bara þennan augnskugga. Þið náttúrulega ráðið hvaða augnskugga þið notið í rauninni. En ég nota allavega þennan lit, ljósa. Setja hann svona aðeins fyrir ofan glóbuslínuna. Og í vaffið á endanum, eins og þið sjáið. Setja aðeins niður að augnálunum. Gerðu báðum megin. Síðan undir augun þá nota ég minnibursta, þannig að ég
set báðum megin undir augun, sami litur og ég setti fyrir ofan. Passa bara að blanda það svolítið vel þannig að verða ekki of skarp skil þarna. Svo tek ég stærri pensil, þið getur notað svona pensil eða alveg sem ég notaði bara áðan, saman pensilinn. Ég tek svona rauðbrúnan lit, þannig svona dekkri brúnan litin. Ég valdi rauðtónaðan af því ég með rautt hár, svo sjáu. Þannig að mér finnst svolítið mikið vera þessa tóna núna. En þið getur náttúrulega notað gráa, svarta, brúna, bara það sem þið viljið. Ég set þetta í glóbuslínuna meira, nánast ofan í það sem ég gerði áðan. Ég vil draga þetta svolítið út, gera smá svona kissaugu, en það þarf ekkert að gera það, ég get líka bara sett svona hálfgerðan hring. Setta bara báðum megin og bara passa að blanda þetta svolítið vel. Setja þetta niður hægra megin og þetta er alveg ytri og innri krókurinn, ég fer ofan í báðum megin, ofan í þarna líka. Svo sjáu þetta er bara svona dekkra og ýktara, þið ráðið hvað ég gerir mikið. Svo tek ég líka aftur litla pensilinn og set sama litinn og ég setti núna hann í undir. Maður setur oftast sama litinn undir á móti til þess að tengja það. Og síðan tek ég blýant. Þetta er svartur blýantur frá No Name. Hann er mjög sniðugur af því það er svona blöndunar svampur á hinum endanum. Ég set bara svarta blýantinn ofan í það sem augnhárin eru, setja sem næst augnhárunum og eins og sjáu þá er ég ekkert að gera eitthvað fullkomna línu, maður bara smötsar smá á að því ég ætla síðan að blanda þetta, þá þarf þetta ekki að vera eitthvað fullkomin eyeliner lína. Setja bara meðfram, ég er að gera ytri krókin, ég er ekki að setja ofan í horninu. Svo tekur endan sem er svona svampur eiginlega og þau sjáu ég bara svona blanda að því ég vil hafa þetta ekki of skarpt, ég vil hafa þetta svolítið frekar náttúrulegt og vel blandað. Sjáu ég blanda bara blýantinn og drega hann svolítið út að því ég vil fá þetta út. Eins og ég segi, þið þurfið ekki að hafa þetta svona langt út eins og ég gerði þetta. Drega þetta svolítið út, svo líka þetta setja aðeins undir á móti og maskara. Bara maskara vel, þið ráðu hvað setja mikið maskara, þetta er maskari frá No Name sem ég var að nota. Nú tek ég svona stífan pensil, þið getur nota hvaða pensil sem er og ég var búin að setja lit í augabrúnina fyrst. En nú ætla ég bara að móta aðeins meðfram, ég ger þetta alltaf, þið ráðu hvort ég gerir þetta. Ég svona skerpi augabrúnina betur með þessu og hæla þetta aðeins í leiðinni. Bara passa að gera þetta svolítið varlega. Bara svona móta þér, það er að setja ofan á líka á móti. Passa að blanda vel ofan í farðan, ofan í meikið þannig að það sé ekki eitthvað rosalega línur. Svo er ég með svona náttúrulega brúnan varablýant því mér langar að vera með svolítið natural look og bara passa að móta varirnar sem þið viljið. Ég er bara svona að setja ofan í mínar varir í rauninni, ég svona þykkjar aðeins ofan. Gott að setja varablýantinn alveg inn á varirnar síðan. Setja alveg yfir allt eins og varalit. Það er hægt að nota bara varablýantinn, þannig hann er svo mattur. Og svo setti ég bara smá mattan varalit ofan í. Ég dempa hann svona ofan í af því ég vil ekki hafa þetta eitthvað of mikið. Og svo nota ég hyljarann aftur, eða grunninn fyrir augskuggana. Ég móta varirnar í kring. Maður getur alltaf fullkomna að laga varalitu með þessu. Tada! Tilbúin! Já, þá er ég tilbúin og vona að þið hafi lært eitthvað að þessu, haft gaman að þessu. Þetta er svona bæði, þið getið ýkt þetta, minkað þetta, bæta okkur eyeliner, gera við augnhárum, ýkt kinnarnar aðeins, þú veist hvort sem er að fara eitthvað út á lífið eða hvort sem er bara fyrir vinnuna, bara barnaafmæli, hvað sem er. Þetta er bara svona þægilegt make-up sem maður getur notað fyrir hvað sem er. Ég setti bara svona alveg slikti upp hára á mér, gerði bara svona fléttu. Bara þetta víst þú á mikið núna, það er að leika sem við þetta, gera svona hnúta bara úr fléttunni eða kórónur eða bara hvað sem við viljið. En endilega kíkja á Facebook síðuna mína þar sem ég er að gera þessu mínivídeó, þar sem ég tek
augabrúnir eða eyeliner, svona mini-trikk sem að mér finnst gaman að sýna ykkur hvernig á að gera, þannig endilega spurjið mig ef það eitthvað sem þið viljið kunna. Mér finnst ógeðslega gaman að fá spurningar frá ykkur og bara endilega takkið mig myndir ef þið eru að gera þetta make-up eða